Nú ætla ég að lesa með ykkur dæmi 367. Það fjallar bílaleigu. Og í ljós kom að verðmæti 40% bílanna á þessari bílaleigu var 4 milljónir eða minna. Í þessum tölum liggja á þó nokkuð miklar upplýsingar. 40% er einhvers staðar hérna á myndinni. Það er allavega hérna með við miðju. Hérna er 50% af myndinni. Þannig að 40% hlýtur að liggja einhvers staðar hérna megin. Og x-ið er þá 4 milljónir. Setja líkurnar, við skulum bara setja það strax inn. Ef við erum með 40% hér og 50% hérna með við miðju og við ætlum að vinna með þetta svæði. Hvað er það stórt? Það verður þá jafnt og 0,5 sem endurspeglar helminginn af myndinni hérna mínus 40%, sem sagt sá hluti myndarinnar sem að línan er afmarkað, þessi og hérna niður. Svona. Nú okkur er síðan að gefa staðarfrávikið var 2 milljónir. 2 milljónir. Nú skulum við finna þessa síðustu stærð sem okkur vantar til þess að geta reiknað út meðalverðmæti bílana. Og þá skulum við fara inn í líkindatöfluna og finna líku sem verður því sem næst 0,10 og finna setustig út frá því. Það verður hérna inn í töfluna og finnum töluna sem er næst til að vera 0,1. Það er þessi hérna tala, 0,0987. Hún gefur okkur setastig upp á 0,25. En áður en við skrifum hana, þá verðum við að athuga hvorum megin er línan. Ef línan er hérna megin, þá erum við að vinna með mínus setastig. Ef hún er hérna megin, þá erum við að vinna með plús. Þannig að við skulum setja inn mínus. Svona. Prófum nú að finna meðalverðmæti bílana út frá formúlu. Þetta er jafnt og við skulum fylgja þessari hérna formúlu. X-ið mínus svigin setastigið sinnum staðarfrávik og 4,5. Færum svarið inn og við sjáum að þetta er rétt hjá okkur.